Já, var hérna í vikunni sem leið þá var mikið verið að ræða lýðheilsu og áfengissölu á Íslandi. Þetta auðvitað skemmtilegt umræðefni sem endalaust hægt að rífast en það auðvitað sérstakt fyrirkomulag hér á Íslandi og reyndar í Svíþjóð líka þar sem að ríkið sér alfarið áfengissölu. Á þessu hafa orðið nokkrar breytingar núna með svokölluðum netsölum sem að fólk alveg brjálað yfir sumir af því að íslenskir aðilar hafa nú byrjað að selja áfengi gegnum erlendar vefsíður sem að segir sér bara sjálft að einhvern veginn alveg sjálfsagt mál af því að Íslendingar geta allir keypt af erlendum vefsíðum eins og þau vilja og ef að það eru Íslendingar sem eiga vefsíðurnar einhvers staðar í Fraklandi eða hvað það veist, þetta segir í raun og veru bara hvað lögin eru galin og ég sá skemmtilega klippu sem að tekin úr spursmálum þar sem að eigandi Sante vín var, ég man ekki hvað hann heitir þessi strákur en hann þarna í settinu ásamt lækni frá Vogi sem að hefur verið afskaplega duglega að gagnrýna þetta áfengissölu fyrirkomulag og þessi klippa hressandi svo ekki sem sagt, þú sem kíkja á hana. Ja, þetta auðvitað bara aftur ósmekklegt. Þú getur ekki sagt þetta. Halda því fram að ég sé bara einhver kaldrifjaður kapítalisti sem ætlar að græða á óförum annarra. Þú ert að selja fíkniefnasali. Já, þú ert fíkniefnasali. Það er bara klárt mál. Já, heyrðu, ég ætla bara að frábiðja mér allan svona málflutning. Nei, þetta bara sannleikur. Áfengi er fíkniefni. Ég ekki fíkniefnasali. Ég held við þurfum bara að breyta. Þetta auðvitað bara ósanngjarnt. Ég held við þurfum bara að breyta hvernig við hugsum þessa vöru sem við erum að normalisera í samfélaginu. Já. Hann samt fíkniefnasali. Já, þetta þú veist. Ég meina, það ríki líka. Hagkaup líka fíkniefnasali. Þú veist. Já, sem að selja nikotín. Og nikotín og Já, hann en að nota orðið fíkniefnasali svolítið gróft. Svolítið gróft því að þú ert ekki að kalla hagkaup fíkniefnasala fyrir að selja sykur sem að eitt það var eitt sem sagði við ávanabindandi fíkniefnið mig að Ölgerðin væri stærsti fíkniefnasali landsins. Já, með hverju þá? Áfengi, bjór og þú veist. Þetta náttúrulega fíkniefni áfengi og það fíkniefni sem af svona ólöglegum, ef þú tekur svona eiturlyf, það skara mest en þetta náttúrulega En það ósanngjarnt að ræða þannig þegar að við sem samfélag höfum ákveðið að þetta tiltekna fíkniefni sé löglegt. Já, það á ekki að vera eitthvað stigmata yfir að selja það ef það er löglegt. Já, en þetta var hressandi umræða. Ég sá líka Gunnar Smári, hann fjallaði þau tvö voru líka í kastljósi og það fannst Gunnar Smára ekki tilhlýðilegt. Var ekki með Facebook-postin hans. Hann segir einfaldlega Trump tekur yfir kastljósið. Rannsóknum í lýðheilsufræðum stilt upp sem jafngildum og gróðafíkn einhvers sprúttsala. Það komið fyrir ríkisútvarpið. Miðað við bandarískar rannsóknir kaupa 20% fjöldans 85% af magninu. Áfengismarkaðin því fyrst og fremst vímuefnasala til sjúklinga og fólks í áhættuneyslu. Sala til hófdrykkjufólks eðli málsins samkvæmt sáralítil og stæði ekki undir framleiðslu, dreifingu og sölu. Til aumingjars fólk sem vil græða á þessum markaði og ekkert við því að gera. Fólk alls konar innrættað. En hvers vegna í ósköpunum ríkisútvarpið að búa til þátt, svo einn úr þessari hjörð get ég flaggað heimsku sinni, frekju og yfirgangi. Daginn greip Snorri Másson fram í fyrir konu sem vissi sínu viti til að koma vanþengingu sinni að. Til hvers kastljósið að endurtaka þetta? Af hverju verið að hefja heimskuna og frekjuna upp á stall? Gaurin náttúrulega ekki lægi, sko. Nei, þetta margt skrítið allavega, hann náttúrulega með sömu nálgunir þetta sé sprúttsali, vímuefnasala til sjúklinga sem kann að vera rétt, að stór hluti söluna sé til þeirra sem að kaupa kannski á hverjum degi og hvað svoleiðis og það ekki æskileg neysla. En hvað þetta fólk þá að leggja til? Eða talar þetta sem fíkniefni annars vegar og þetta sé vímuefnasala sem að bitni bara á sjúklingum, þá það í raun og veru að segja að við ættum að banna alfarið sölu á áfengi. Og gott og vel, ef að það hugmyndin, að þá vert að benda á að slíkt bann hefur verið reynt áður. Það að segja,
Hér á Íslandi var bjórin náttúrulega bannaður sem að leiti til þess að fólk var að drekka bjórlíki eða smygla bjór til landsins í miklu mæli. Í Bandaríkjunum á svo kölluðum bannárum eins og kölluð voru, þá var einmitt áfengi bara algjörlega bannað og hvað leiti það af sér? Jú, áfengi var selt á bakvið borðið, undir borðið í ólöglegri sölu sem að eldi skipulaða glæpastarfsemi með þeim hætti að þeir eruðu alls ráðandi Al Capone var til dæmis félagar sem að voru þeir höfðu meiri völd heldur en nokkur annar í bandarísku samfélagi á þeim tíma þannig að þú veist og áfengisneysla minnka held ég ekki þannig að við getum eiginlega sagt okkur að með því að leiða yfir okkur eitthvað bann á þessum vörum sem að áfengi að þá munum við nær pottet sjá það bara poppa upp á svörtum markaði, rétt eins og fíkniefnin, þú veist það að segja við erum að tala þessi, hvað það heitir hvort það segja cannabis, amfetamin, kókain ólöglegu vímefni sem veltir miljardum bæði hér á Íslandi og þetta í heiminum öllum, þá það bara þetta risa iðnaður sem að þrífst bara í myrkrinu í höndum glæpamanna en þannig að þetta svona sérstök umræða að ég get ekki betur séð meðan fólk sem að kallar þetta fíkniefnasölu og að það séu 85% af magninu sem selt sé allt bara selt til vímuefnasjúklinga þá áfengismarkaðurinn því fyrst og fremst vímuefnasala til sjúklinga og fólks í áhættuneyslu og þá hlýtur það að leiða af sér hugmyndina að þetta sé eitthvað sem maður þurfi bara að fara að banna Já, eða banna, ég held að ég veit ekki hvernig þetta með reglunar en að hluti af öllum ágóða af áfengisölu á að renna beint til meðferðarstofnun úrræði, það ætti að vera þannig skilur. Já, það hef ég alltaf sagt og ég veit ekki, ég hef aldrei vita nákvæmlega hvernig það hugsað en það má taka fram hér í þessari umfjöllun að því að við erum nú mjög duglegir að gagnrýna ríkisstjórnina og ríkjandi stjórnvöld hverju sinni að þá veit ég til þess að meðferðaraðilar á Íslandi eins og til dæmis S.A.A. eða Krýsuvík eru fjarska glöð þessar mundir því að það má segja að þessi ríkisstjórn hafi mætt þeim með myndarlegri hætti heldur en nokkur ríkisstjórn hafi áður gert, ég held ég geti leyft mér að fullera það og það sem sagt að mér skilst ég satt sjálfur í framkvæmdastjórn S.A.A. í 3 ár og í áratugi hefur S.A.A. verið að berjast fyrir því að ríkið greiði þessa meðferð sem að þeir veita af því að þetta náttúrulega bara partur af heilbrigðiskerfinu, sjúkrahús og innlagnir og svo framvegis en ríkið hefur aldrei greitt nema 70-75% og S.A.A. hefur þess vegna þurft að berjast í bökkum fyrir að afla sjálfsaflafé með álfasölunni og þið viti hvað þetta heitir allavega á hverju einasta ári til þess að geta hreinlega rekið meðferðina sem þeir bjóðu upp á en núna skilst mér að S.A.A. hafi fengið samning sem að kveður á að ríki greiði meðferðina að fullu mjög gott. Og það bara alger bylting í starfsemi S.A.A. og meðferðarstarfsemi á Íslandi og það sama skilst mér Krýsuvíkursamtökin sem að gera frábæra hluti einnig er að það er að segja, ég er ekki að segja að þau hafi fengið viðlíka samningu á S.A.A. en að mér skilst að þau hafi fengið núna fjárframlög allavega á þessu efnahagsári sem að nú ekki í garð sem að hafi mætt þeirra kröfum og þeir hafi fengið það sem þau báðu sem er mjög sjaldgæft í þessum bransa þannig að ríkisstjórnina má þá segja allavega að hún sé að gera betur heldur en margar aðra ríkisstjórnir í meðferðarmálum gegn áfengis og vímuefnafíkn þannig að það er gott og gilt og ég held að fókusin ætti nú að vera bara meira þar, ég held að það sé ótrúlega óraunhæft að viðra hugmyndir einhvers konar bann gegn áfengissölu meikar ekki sens bara meikar engan sens það er bara eina leiðin að eyrnamerkja eitthvað að þessi fé sem að nægur hún á áfengisgjöldin það er mér skilst það sé
ef þú kaupir vodkaflösku þá fara 9/10 af henni sko í ríkið, eitthvað slíkt. Þannig að það tekið alveg nóg af áfengisgjöldum, að það þarf bara ríkisstjórn þarf að vera með þá forgangsröðun og hreinu að þessi gjöld sem tekin á áfenginu séu nýtt og sérstaklega eyrnamerkt bara góðu meðferðarstarfi. En það má allavega segja að það búið að vera gerð mikil bót á því með þessari ríkisstjórn. Það margt vittlaust sem að ríkisstjórn Valkyrjana hefur verið að gera en í þessum málflokki greinilega búið að gera frekar gott mót. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.